Hörðu, allir sældarblessaði, við erum on. Velkomin í Bless. Skipaskrell. Takk fyrir boðið. Grindavík KR og þú ert nú held ég svona lengst frá af þeim sem ég hef spjallað við. Allir leið í hvað, Danaveldi eða ekki? Jú, ég er í Danmörku. Við búum fjölskyldan í litlum bæ norður af Kaupmannahöfn sem heitir Vírum og erum búin að búa í 4 ár. Vírum, þetta er sko gamall handboltavígi. Eru einhver legend hérðan en þeir eru reynda með líka körfuboltalið en já, þú ert að hringja í mig langt í burtu. Og við hljótum að vilja fá smá kontunum með dálítið gott blót á dönsku. Ef þú værir alveg brjálaður á dönsku, hvernig myndi það hljóma? Þeir segja, sko, ég er náttúrulega sjaldnast þegar ég. Hvernig segi ég? Ég er bara blótað. For fun, er það ekki þetta klassíska? Ég var nú Og sem er skipt yfir í, sem þeir, sko, til að segja þetta pent, þá segja for søren. For søren, já. For søren, ok. En þú samt væntanlega orðin reiprennandi á sem sagt danska tungu? Nei, ég var nú að ljúga ef ég segi ég var reiprennandi. Börnin eru reiprennandi en ég er orðin ágættur. En ef ég tala dönsku fyrir framan börnin, þá sko fela þau hverfa inn í úlpuna eða húuna eða eitthvað, þau skamma sín svona hrikalega fyrir mig þegar ég tala dönsku. En ég tala yfirleitt ensku í vinnunni en þetta small talk er ég farin að taka á dönsku og gerir það bara ágætlega þó ég segi sjálfur frá. Ok, en sem fyrir þá sem að, já. Maður náttúrulega líka, þú veist, eins og heima þá, ef maður farin að aðstoða og kom inn sem sko sjálfbæðarliði í íþróttum barnanna og ég tók einmitt, ég er orðinn hollliðar í fótboltaliðinu hjá syni mínum og tók símafund daginn þar sem ég náði að fara í gegnum, klukkutíma símafund á dönsku og það var ákveðin áfangasigur. Ok, vel gert. En þarna fyrir þá sem ekki til þekkja, kannski ekki allir sem að muna eftir, en þú ert náttúrulega KR-ingur, uppalinn KR-ingur, spilar upp KR alla þína hunds og katta tíð og þú ert Íslandsmeistari með hvað, 2000 eða ekki, þá ertu eitthvað að spila. Hvað spilaðu mörg ár með KR? Ég spilaði 7 tímabil, mitt fyrsta tímabil var 93 þegar Laszlo Nemeth kom aftur. Hann gaf mér tækifæri og svo spilaði ég með ansi, ég held það var nýr þjálfari á hverju einustu ári, sko. Þetta var Laszlo, Axel, Benny Gumm, Hrannar Hólm, Jón Sig, Keith Wassel með Inga og svo Ingi Þór. Ég held ég sé ekki að gleyma neinum en ég held að það hafi verið nánast nýr þjálfari á hverju tímabili. Þannig að 93, þá ertu 18 ára eins og ég, við erum jafngamlir, fæddir 75. Já, þá varst þú náttúrulega, voru við að spila körfubolta saman í leikfimi í Vestló, einu sem 2 í viku og það náttúrulega byggði sjálfstraust hjá manni að geta raskjalt þér annars slagið. Við spilum náttúrulega ansi mikið á móti hverjum öðrum og þú dróst mig náttúrulega, ég var alltaf að dekka besta mannin í hinu liðinu og það var yfirleitt þú, þannig að ég dró mig frá körfunni og þar lærði ég mig þriggjastigaskot sem var nú ágætt, eitt af þessu fáa sem var nú bara þokkalegt í mínum leik. Já, en svona það sem ég man eftir þegar þú varst að dekka mig, þá gat ég venjulega bara skotið yfir þig og ég setti Tristana bara yfir þig, þótt að þú ert nokkuð hávaxinn. Er ég að muna þetta rétt svona eða? Nei, þú muna rétt að ég er nokkuð hávaxinn en hitt er bull. En þetta nú ekki að snúast okkar afrek í Vestló á sínu tíma. Nei, en það verður það stutt samtal þá. Já, það verður stutt þá og það nennir enginn að hlusta og horfa á það. En þú sem að spila með KR þarna og hvað hættir þá í kringum 2000, en þá á besta aldri, menna hvað, 25 þá? Já, ég er 25 ára á þessu ári þá sko hætti eftir Íslandsmeistaratitil, var í skóla og var að vinna með skóla hjá DHL sem ég starfa nú ennþá í dag
og var ekki nægilega góður til þess að fá greitt fyrir að spila körfubolta og var kannski, þú veist, þegar maður lítur í baksýn í speilin, var kannski ekki með nægilega mikið drive sem að þarf til þess að ná sko ennþá lengra í körfubolta, þannig að og þarna voru komið upp náttúrulega frábærir leikmenn sem að spiluðu hérna í og kringum mína stöðu eins og Magni og Gummi Magg og svo kom Helgi Már og Baldur Ólafs var svona þarna í og með eftir fór svo til Bandaríkjanna, þannig að þetta var bara ágætis tímapunktur að segja þetta gott, en þetta er alltaf ungt að hætta 25 ára. En þú endaði þá á toppnum með titli, Íslandsmeistaratitli. Þetta var náttúrulega allt undirbúningur því að svo fór ég náttúrulega í bumbuna, legendary lið, KRB og það hélt manni við og var frábært að því að maður náttúrulega þegar maður hætti þá saknar maður félagskaparins og klefans en að fara í bumbuna var náttúrulega algjör snilld. En þú byrjaðir fljótlega svona að hafa afskiptið ekki, hvenær dast inn í stjórn? Ég fór bara lóðbeint inn í stjórn. Þú fórst bara lóðbeint, það er nú ekkert algengt held í þessum bransa, en bara fari bara lóðbeint? Nei, ég fór, sko, fyrstu 2 árin eftir ég hætti þá var ég aðstoðarmaður Inga Þórs í meistaraflokki, svo veist, hann var náttúrulega þjálfari áfram en ekki, þá var þetta ekki eins og er í dag, ég meina ég var aðstoðarmaður í leikjum en var ekki hérna á æfingum Nei, og var meira bara upp á móralst og pepparinn og slá í bossa og eitthvað svoleiðis þarna, koma svo strákar og eitthvað svoleiðis, en þá var ég komin eiginlega bara beint inn í stjórnina, að þú veist, eftir ég tek þessu 2 ára með Inga og svo kemur Hemmi held ég eftir það og þá fer ég bara fulla ferð inn í stjórnina og meira og minni í stjórn bara til flyttinga, sko. Já, hvenær fluttur og svo núna ég flytt áramótin í janúar 2017. 2017, já, ok. Já. Þannig að þú ert á þínu fjórða ári í Danmörku og ert ekki farin að tala dönsku ennþá. Slóðu það. Þetta er náttúrulega ekki fallegasta tungumál í heimi, ég verður að viðurkenna það. En jú, þetta kemur hægt og rólega, en það er náttúrulega svona þegar maður vinnur hjá alþjóðlegu fyrirtæki þar sem enskan er dóminerandi. Já, eðlilega. Og þú flytur út 2017, en þú ert náttúrulega, þú fylgist grannt með gangi mála, er það ekki? Nú ert þú dottið út hljóði hjá þér. Fyrirgeðu, nú dast aðeins út, hvað segirðu? Ok, nú erum við báðir dottirinn. Já, þú sem flytur út 2017. Nei, hvert í öfullin? Heyrðu mér núna? Ég heyri þig núna. Okay. Já. Ok, já, þú flytur út 2017, en þú fylgist náttúrulega með það ekki á fullu? Ég heyri þér. Heyrðu það sem ég spyr núna? Þú fylgist samt með? Jú, auðvitað fylgist ég með og hérna... Ég fylgist með, já. Já, helviti. Þú heyrir mér? Já, en ég held að þarna nettengingin í Danmörku eitthvað lélega? Hún dettur náttúrulega inn út eins og gengur að gerist, en þetta er allt í lagi hérna. Já, þú svona dettur út og en hljóðið? Já, það er bara netið ekki verið sterkt á stundum. Þannig ef þetta fer ekki að batna þá held ég að við þurfum að fara að finna nýjan viðmælanda held ég í Sibbarspillir, sko. Hvað segir þú? Verður við að taka aftur, eða? Spjöllum aðeins nei, þú bara dettur inn og út. Já, viltu leggja á að taka aftur, eða? Og þetta sé bara klift saman þá bara?